Þetta fullt af góðum graflaxum á markaðnum í dag, en það náttúrulega miklu skemmtilega að gera þetta svolítið sjálfur. Ég ætla aðeins að fara í gegnum það, hvernig við getum bara grafið okkar eigin lax sem náttúrulega ekkert mál. Við byrjum á því náttúrulega að fá einhvern alvöru bita af laxi. Þessi svolítið betri í endinn. Þannig að fá mér hérna hanska. Og það hægt að biðja fisksalanum að gera þetta fyrir mann, sko, en að ná hérna beinagarðinum úr. Það var góð töng. Og maður togar þetta bara svona. Þá geta gengið nokkuð vel og hratt fyrir sig. Nú laxinn alveg beinhrifsaður. Ef það einhverju smá svona hvítir í köglu, þá þetta afgangurinn að hryggja beinunni, þannig við tökum það af. Ok. Laxinn klár. Það sem þarf síðan að gera, það sem gerist í rauninni bara saltið, það brýtur og dregur allan vökva úr fiskunum. Það eina. Þetta eiginlega salt og sykur sem er undirstaðan í að grafa. Hérna eru 100 grömm af salti, 70 grömm af sykri og 10 grömm af svörtum pipar. Og svo bara bragðbæta þetta, eins og ég segi. Við höfum náttúrulega dill, það svona flestir sem nota dill í þetta. Þá ætlum ég að setja svona cirka 3 matskeiðir hérna á móti. Og svo þetta algjörlega val hérna. Ég ætla að nota fennel. Til svona, 1 matskeið. Svona. Kóríanderduft. Það kemur svona svolítið súrsættur á kóríanderdufti. Þá ætlum að hérna, 1 skeið af því líka. Ég ætla að nota sítrónu. Eins og ég segi, þetta líka einnig val. Það er að nota appelsínu, það er að nota lime, það er að nota oregano, það er að nota nánast hvað sem er. Þetta aðalega bara sykur og saltið sér réttu hlutfalli og svo bara hægt að bragðbæta þetta bara algjörlega eftir sín eigin höfði. Svona. Og svo bara að hræra þetta vel saman. Og þá bara graflaxblandan sjálf klár. Nú, þá tökum við hérna laxinu upp. Og mikið atriði að setja slatta blöndunni í botnin á undir laxinn. Setjum að laxaflaki á. Fínt að nota bakkareina sem að kaupa fiskin í. Spara við faskið. Og svo bara þekur maður hérna laxinn með blöndunni. Þetta fyrir inn í kæli í svona, ég myndi segja lágmark 8 tíma, leyfa svo standamörða borði í svona 8 tíma og alveg lágmark í kælinn í svona 10 tíma. Hérna ég komið með lax sem búið að grafa, nákvæmlega eftir því sem ég sagði frá það. Búinn að skólan, mesta allt sykurinn og saltið farið af og allir vökvinn komið mest út úr honum. Það sem við gerum núna, nú setjum við blöndu nr. 2, þá setjum við fest dill utan á, plöstum þetta í nokkra mínútur og þá er þetta bara tilbúið til að bera fram. Tökum við hérna fest dill. Þetta er svona cirka matskeið. Sem þarf á svona, þetta er alltaf eftir stærð laxins og það verður bara lítið bita hérna. Í rauninni voru erfitt að gefa ykkur uppskrift af því nákvæmlega því sjáu bara hvað það þarf. Svo þekum maður hérna yfir laxinn. Nú ætlum ég að sýna ykkur eina aðferð bara hvernig ég ætla, eina hugmynd hvernig á að stilla upp svona graflaxi. Kannast náttúrulega allir við það náttúrulega, rista brauð, graflaxsósa. En ég ætla aðeins að koma í smá nýtt. Við byrjum náttúrulega því að skera hérna laxinn fallega í þunnar sneiðar. Lax á einmitt að vera skorinn ekki á þykka sneiðar, svolítið þunnar og fallega sneiðar. Og með þessu ætla ég að gefa hérna aspas sem við erum bara búin að sjóða í söltu vatni, bara í svona cirka mínútu, svona míniaspas, köllum við það. Svo höfum við smá salatblöndu, einhverja góða, og aspasinn. Því aspas og lax er bara eins og hjónaband sem að gengur þess að smá salat og svo gamla góða graflaxsósan. Hún fer bara hérna. Það var það svona. Graflax með aspas og graflaxsósu, klárt.